Ég heiti Halldór Oddsson og er lögmaður hjá ASÍ og ætla að fá að spjalla við ykkur aðeins í dag rafræna vöktun með starfsfólki. Sem sagt, örstutt að hlaupa þessar helstu meginreglur. Hérna eru þetta efni sem væri hægt að ræða í marga daga en við ætlum að reyna að ramma þetta niður á kannski 10-15 mínútur. Við veitum að þeir eru öll busy í dag eins og við. En ég held sér nauðsynlegt að dreifa þess á þessu. Það er að við finnum henni hjá okkur að það er að fjölga fyrirspurnum. Það er líka bara tæknibreytingar og breytingar í atvinnulífinu annað sem að gera það að verkum að þetta er verða sífellt algengar með einum hætti og auðveldara og svo kannski síðast en ekki síst að þá er líka á komandi mánuðum fá persónuverndaryfirvöld svona beittari refsivönd og það er verið að skerpa á þessum persónuverndar-reglum og þá er líklegt að þetta meðvitund þetta aukist svona í atvinnulífinu og samfélaginu. En hvað er rafræn vöktun? Jú, svo við kannski reynir að vera leiðilegur og bara beint í skilgreiningu lögum að hún er knöpp og ágæt en það er vöktun sem er viðvarandi endurtekið reglulega og felur í sér eftirlit með einstaklingum sem fer fram með fjarstýrðum eða sjálfvirkum búnaði. Og þegar kemur að eins og vinnustöðum þá skiptir ekki máli hvort vöktun leiðir til vinnslu persónuupplýsinga ekki. Þannig að þetta getur verið myndavél sem að tekur ekki upp, safnar ekki gögnum, heldur bara er svona spegill og slíkt. Og eins og með persónuvernd almennt að þá túlkum við þetta, þá er allt þarna undir og þegar skilgreinum rafræna vöktun þá vorum við að horfa líka út frá þessum megin reglum og skilgreiningum í persónuverndarreglum, persónuverndarlögum. Það er að segja að persónuupplýsingar eru allar persónugreinanlegar upplýsingar, alveg sama hvort er að ræða háralit, kynhneigð, trúarbrögð og svo framvegis. Og þetta yfir í svo viðkvæmari persónuupplýsingar og svo sjúkraupplýsingar og stéttarfélagsaðild. Og öll vinnsla er skilgreinist líka mjög vítt. Það vinnsla er í rauninni öll söfnun, öll vinnsla með slíkar upplýsingar. Það er bara verið að geyma þér. Til dæmis að mynda, vera með til dæmis myndavél inn á vinnustað sem að kannski er lítið sem heitt gert með en þessi safnað á ský eða harðan disk, það er vinnsla. Og þannig að það er að hafa lesa þetta í ljósi þeirra meginregla. Reglur rafræna vöktun, það eru auðvitað fyrir utan kannski bara þetta sem að allir að þekkja eða svona vonandi kannast við persónuverndarlögin sjálf að þá er rétt að vekja athygli á sérstökum reglum rafræna vöktun og meðferð persónuupplýsinga sem verða til við rafræna vöktun. Ég fer aðeins nánar út í þetta eftir, sérstaklega út frá vinnuréttinum og tölvupóst og slíkt. Því að rafræn vöktun er rafræn vöktun í þessum skilningi, sérstaklega með starfsfólki. Kannski eins og staðan í dag, klassíska skilgreiningin er að eins og ég nefndi áðan, það væri myndavélin á vinnustað sem er til algengt, en það sem ég held að sé alltaf færast meira í aukana og kannski meira relevant að það er svona tölvu rafræn vöktun. Það er verið að fylgjast kannski með tölvupósti, það er verið að fylgjast með netnotkun og svo framvegis og framvegis. Þetta er að verða mjög auðvelt, þetta er líka mikið að vinna í kyrtinu einhverjum kerfum og það er að rekja nákvæmlega hvað hreyfingar í kerfinu og þetta er mjög viðkvæmt jafnvægi að finna hvenær við erum að greina slíkar upplýsingar í þágu vinnustaðarins og hvenær við erum bara að greina það til þess að átta okkur á hvað viðkomandi starfsmaður er að gera. En þetta er þessi reglugerð hérna og hún er bara mjög skýr, stutt og aðgengileg og rammar þetta bara ágætlega inn þannig að ég vekk bara athygli ykkar á henni fyrir þau ykkur sem áhuga á ítarefni og líka því að ég þykist vita að þið eins og ég séu að fá kannski eitthvað fyrirspurnum efni að þá er þetta ágætt til að vísa í. Hún tekur þarna á nokkrum líka mjög praktísku vandamálum sem ég kem aðeins nánar eftir. En skilyrði rafrænnar vöktunar, það er svo sem bara eins og sem við skilyrði almennrar vinnslu persónuupplýsingum. Það er í fyrsta lagi og hérna er ég að tala skilyrði, þetta er auðvitað skilyrði rafrænnar vöktunar almennt en
en við erum að auðvitað horfa á því samhenginu út frá vinnuréttinum og með starfsfólki, þannig við förum þannig ofan í þetta. Fyrsta lagi auðvitað er mikilvægasta meginreglan að það sé meðalhóf, það sé ekki verið að rafrænt vakta óþarflega mikið og of mikið. Við förum aftur í einföld dæmi bara eins og með myndavélar, auðvitað er þetta heimfæra dæmin yfir kannski allar öll þessi sjónarmið, en eins og með myndavélar til dæmis, það hafa komið upp mörg mál til dæmis það sem öryggismyndavélar sem beinast að útgöngudyrum á einhverjum stað, veitingastað, verslun og svo framvegis, og svo stundum hefur verið kvartað yfir því að hún hefur of víða sýn, þannig að hún farin að mynda meira en hún þarf að gera. Þetta er svona eitt dæmi meðalhóf og rafrænum vöktum. Tilgangur, hún þarf að hafa einhvern málefnalegan og skýran tilgang, rafrænu vökturinn. Til dæmis aftur eins og ég kom með myndavél sem beinist að útgangi verslunar, getur til að koma í veg fyrir þjófnað og vernda bara lausa fjármuni. Samanskapi ef tilgangurinn væri bara að fylgjast með vinnuskilum til dæmis, mjög praktískt fylgjast með vinnuskilum hjá einhverjum sem alla jafna ætti bara að vera gert á vinnustaðnum. Yfirmaðurinn situr bara heima í stofu og með til símann sem að fylgjast með hvað er verið að gera. Það er ekki málefnalegur tilgangur. Myndavél til dæmis inn á kaffistofu, það er ekki réttlætanlegur lögmætur tilgangur. Sérstök þörf, það er svipað og svo sem tilgangurinn og tengist líka þessu, allt er þetta samhangandi og líka meðalhófið. Það vil má færa röku að sérstök þörf getur verið til að vernda gegn þjófnaði, vernda gegn öryggisbrotum og slíku. Í öllum tilvikum hvað rafrænu vöktum þá er líka mikilvægt fyrir okkur að vita að tilkynningar og fræðsluskylda á í öllum tilvikum. Þannig að ef þið lendið í því að einhver félagsmaður hringir og segir að það hafi verið sett upp myndavél, hann átti sig ekki alveg á hvað hann sé að gera þarna eða til hvers, en hún einhvern veginn í umhverfi í kosmosu viðkomandi starfsmanns, og honum hefur ekki verið sagt neitt, að þá er vinnustaðurinn að brjóta þessa tilkynningu og fræðsluskyldu. Við eigum rétt á því að vita til hvers myndavélarnar eru á okkar vinnustað, því að þar fer fram stór hluti á okkar degi. Vöktun með leynd, hún er sjálfsögðu öllu óheimil. Hérna er verið að meina þá myndavélar sem eru faldar til dæmis. Það er einhver ökusýritar í bílum sem við vitum ekki af og fylgjast með netnotkun og svo framvegis. Og einhver búnaður sem við sjáum ekki. Það er með öllu óheimilt. Aðeins kannski bara yfir í hvernig rafræn vöktun getur birst. Það er í fyrsta lagi kannski einfalda dæmi sem ég nefndi hérna, vöktun með eftirlitsmyndavélum. Önnur sérstaklega praktískt dæmi er vöktun á netnotkun og tölvupósti. Það er alltaf að koma annars slagi talsvert fyrirspurning hvað þetta varðar. Má fylgjast með. Við vitum svo sem að flestir vinnustæðir hafa þetta er keyrt á tölvukerfum og svo framvegis. Og þeir komast inn í tölvupóstföng starfsfólks, en það er sem kannski reyndar öryggisvinkill ef upp kemur eitthvað trúnaðarbrot eða slíkt hefur átt sér stað, en svona einhver almenn vöktun með tölvupósti bara til að fylgjast með hvort að viðkomandi sé ekki svara póstunum og hún er sjálfsögð með öllu óheimil. Og það er rétt að benda á, ég vísa á hann í reglurnar frá 2006 rafræna vöktun, að þar er, að því að þessu vandamál koma svo eftir, þar er sérákvæði í 9. grein hvernig skuli fara með tölvupóst, enga vinnu tölvupóst, ef svo má segja, starfsmanns sem að lætur á störfum. Og það er svo sem sem einföldustu máli er það þannig að tölvan og forritið og allt er eign vinnustaðarins, atvinnurekandans, en tölvupóstarnir sjálfir eru eign starfsmannsins, þó að sé hættur á störfum. Þannig að
að þarna mælt fyrir sko, skilyrðislausan rétt starfsmannsins til að vera lætur á störfum til þess að fá að taka sína einkapósta, fá að kveðja og svo framvegis. Við eigum í sem einhverjum máli að starfsmann sem hættir störfum, hann á rétt að því að taka til og ljúka sínum málum í sínum tölvupósti, sínum prívat málum, rétt eins og hann á rétt að því að taka sína persónumuni af skrifstofunni og skúffum og svo framvegis. Það ekki bara þannig sem að vera allt oft var við að viðkomandi lætur á störfum, jafnvel í góðu og hvernig það og tala ekki með þetta oftast verra að það í slæmu, að það bara loka á tölvupóstinn og viðkomandi kannski þarna með einhverjar aðgangsorð, hinn og þessi, leikhúsmiða og svo framvegis. Það gengur ekki. Jafnvel þó svo starfsmann sé láta á störfum vegna brota, þá á hann rétt á að fá sínar eignir sem eru inn í hans tölvupóstforrit. Vöktun við færðum starfsmann, það önnur tegund rafrænna það klassískt dæmi ökusíretur í bílum til dæmis alltaf að verða algengara og ég persónulega á móti, mér finnst það ómálefnilegt, mér finnst það liggja í hlutarins eðli að ökusíretur í bílum eru alltaf til þess að fylgjast með vinnuskilum. Þeir hafa fengið að atvinnurekendur og persónulega hefur fallist á sjónarmið í nokkrum málum sem hafa verið farið með til úrskurðarnefndar það sé til að fylgjast með sliti á bílnum, hámarka notkun hans og framvegis. Mér finnst þetta að vera þarna farið yfir meðalhóf. Og svo síðast en ekki sísta tegund rafrænna símvöktun. Sjá símtala skrá viðkomandi í GSM símum, í allri vinnusímum og svo framvegis. Það önnur tegund rafrænna vöktun. Oft þetta sett fram, sér maður undir fororði þetta sé vera á vakta vinnuskil og það þá þetta gert með af vanþekkingu viðkomandi af því að eins og meginreglan og í 6. grein þessi reglugerð sem ég vísa í að það almenna meginreglan það bannað að vakta vinnuskil með rafrænni vöktun. Hún eingöngu heimil í algjörum undantekningartilvikum að ef það ekki unnt að koma verkstöðum með öðrum hætti, það sem vandséð að alveg sjá hvernig það það sem fellur til dæmis ekki undir þennan fyrsta tölulið eins og ég koma áðan ef að atvinnurekandi kannski nennir ekki að vera á veitingastafnum sem á nóttu til og vill geta séð aðeins hvað í gangi og að fylgjast með vinnuskilum þannig, auðvitað má hann svo kannski einhvern til sjá hvað í gangi en hann má ekki nota þetta við verkstjórn, skipa fólki til og frá, hringja og spyrja af hverju ekki að vinna og svo framvegis. Það ekki heimilt. Þannig að það dálítið vandséð að sjá hvernig þetta kannski, þessi fyrstu tölu getur einna helst átt svona mjög ströng, það sem að ræða mjög strangar öryggiskröfur, aðgangshindranir, eitthvað slíkt. Og það tengist aftur þessum tölulið 2, sem reynda kannski meira út í að vera að tryggja öryggi starfsfólks og annarra, að það sem nauðsynlegt að grípa inn í, það sem mjög ítarleg stíf rafræn vöktun til að sjá að allt fari fram í réttum hætti, það kannski að sjá fyrir sig þarna stóriðju, skálar, eitthvað svona viðkvæmasti parturinn af þeirri starfsemi, það sem ein mistök geta verið mjög afdrifarík fyrir líf og dauðahluti, það kannski skárra með dauðahlutin að vera með lífin. Og í þriðja lagi þessi sem ég held að ég þekki engin dæmi allan hér á landi að ef vöktunum og vinnuskilum nauðsynleg vegna ákvæða kjarasamningum afkastatengd launakerfi, eitthvað slíkt. Það ég held að ég veit ekki til þess að þetta eigi við einhverja starfsemi hér en þið kannski þekki það betur. En þetta eins og allt þetta algjör undantekningur. Þetta undantekningarreglur, þannig að þið hafið það á hreinu og þær ber að túlka þröngt frá meginreglunni sem sú að það má ekki vakta vinnuskil með rafrænni vöktun. Nokkur kannski svona álitamál í lokin. Eðli ráðningarsambandsins hefur aðstoðarmunurinn milli atvinnurekanda og starfsmanns áhrif. Í hvaða stöðu starfsmaður til þess að gera athugasemdir ef hún finnst að sér vegið og svo framvegis.
svo með ekki gleyma þeir líka og nú ætla ég svo sem ekki að sá einhverjum of miklum tortryggum fræjum en það sem atvinnurektin hefur þessar upplýsingar og við svo kannski getum ekki vita nema fyrir kannski svona almenn öryggisreglur sem að vefhýsingafyrirtækin eru með. Ég meina við svo sem getum ekki vita það í sjálfu sér hvort það sé að fylgjast með vinnustílum í tölvunni okkar eða hvað við erum að gera í tölvunni. En þannig að það kannski svona ákveðin aðstöðumunur en ég hef svo sem leið mér að vona að þessi tilvikum sé svo sem ekkert verið að fikta í þessu. Vinnustaðar og friðhelgi einkalífs, það tengslar á milli, kannski hljómar friðhelgi einkalífs, kannski svona hefðbundin merkingu hljómar friðhelgi heimilis og svo framvegis en við eigum rétt líka starfsfólk á rétt á einkalífi í vinnunni, svona að segja. Þú veist, það á alveg rétt á því að geta kíkt 2-3 mínútur á netið, á Facebook, sinnt svona styttri erindum, ég meina að hafa allir gert þetta, tekið prívat símtöl og svo framvegis og auðvitað kannski þetta strangt til tekið kannski ekki það sem við eigum akkúrat verið að gera en það þarna einhver svona blörru lína þessi skil á milli og reglugerðin og reglurnar það viðurkenna það að þetta blandast saman. Við erum líka manneskjur sem eigum rétt á okkar friðhelgi þó við séum í vinnunni sem ekki okkar einkastaður ef svo má segja. Og auðvitað tengist það líka vinnustofan friðhelgi einkalífs eins og hvar til dæmis skrifstofa, það kannski svona staður, einkaskrifstofa, kannski staður sem ákveður friðhelgi, kaffistofa til dæmis líka. Og svo álitamála fleiri kannski eins og með vinnutíman, hvenær má vakta, þú veist, mikið af þessum búnaði sem við erum með tölvur, við erum kannski með vinnubíla, það svo sem til dæmis auðvitað dæmi það ef það einhver málefnasjónarmið sem eiga við að það sé skoðað hvaða það sé ökosýri til bílum til dæmis og það líka vinnubílinn okkar og það verið fylgjast með vinnustílum. Þá átti sjálfsögðu verður bíllinn þannig og garði gerður eða búnaður þannig að það sé slökkt á honum þegar vinnutíma lýkur. Þannig að það kannski sést ekki. Svo erum við að fara á vinnubílnum og við erum að fara til geðlæknis kl. 6 og á AA-fund kl. 7 og svo framvegis og þetta allt, þarna erum við komið með mál sem eru í eðli sínu viðkvæmar persónuupplýsingar, heilbrigðisupplýsingar. Og það óeðlilegt ef það hægt að vakta slíkt eða safna upplýsingum slíkt í gegnum svona búnað sem þarf ekki vera í gangi í allan sólarhringinn. Þannig að hérna líka sjónarmið sem tengist líka tengist meðalhófi og við erum að vera meðvituð. Rétt svona bara kannski síðasta glæran, allra síðast meginreglurnar að kannski svona bara rétt til að setja punktinn yfir rúsum og pilsendan. Einkasamskipti starfsfólk á ekki að vakta sjálfsögðu, til þess myndavélabúnaður þarf að má ekki vera of skýr ef svo má segja til dæmis að það sé hægt að ráða varalestur til dæmis af búnaðinum. Þannig að það nákvæmur það sé það mikla nærmyndir eða hann sé þannig að þetta svona það hefur stundum einhvern tilkomið reynt á þetta til dæmis í svona umhverfismyndavélum að það hafi verið kvart yfir að það gæðin séu of góð, þeir þurfi ekki verið svona góð, það kannski vefmyndavél sem allan sólarhringinn í gangi við Hlíðarfjall á Akureyri eða við Gullfoss bara til að sjá lífið og þú sér svona rútur og svona óljósar manneskjur og svona sem dæmi að þarna verður aftur að gæta þessa meðalhófs sem þessi mikilvægasta meginregla í öllu. Og svo rafræn vöktun skal að gera vanvirðandi fyrir starfsmann, það sem liggur hlutarins eðli, myndavélum sem sem beint að skrifstofum inn á skrifstofur og mikla nærmyndir til dæmis. Það hafa komið mál í Evrópu sem tengjast því að myndavélar hafa
verið í óeðlilegri hæð upp á brjóst kvenna til dæmis og eitthvað slíkt. Þannig að það eru milljón dæmi sem getur komið upp þarna, en það sem mikilvægt fyrir okkur að vita er svona kannast aðeins við hvernig þetta regluverk virkar og geta þá tekið svona upplýsta og góða vonandi samræði við félagsmanninn sem hefur áhyggjur af slíku eða vill forvitnast sinni rétt, því að hann er svo sannarlega til staðar.